Leikdeild Eflingar í Reykjadal að setja upp glænýtt leikverk. Hvaða verk þetta? Það kallast Í beinni og gerist sem sagt verslunarmannahelgi bara í nútímanum. Og við fáum að kíkja svona inn á nokkra staði, í Eyjar, í sumarbústað og svona fleiri staði þangað sem einhverjir hafa villst. Og verkið eftir heimamann? Já, það hann Hörður Þór Benónísson sem samdi verkið og hann hefur samið áður nokkur verk fyrir leikdeildina. Og já, ákvað bara að skella sér í þetta. Og hvers konar verk þetta? Þetta gamanleikrit, tragedía? Þetta gamanverk með mjög tragísku ívafi, skulum við segja. Og það líka mikill söngur og tónlist í verkinu, skilst mér? Já, það það. Það frumsamin tónlist. Það hann Jan Alavere sem að semja tónlistina. Og það einhver 12 lög held ég í verkinu og allir að syngja og spila. Þetta mannmörg sýning? Já, það 26 minnir mig karakterar og svo náttúrulega hljómsveit og svo fullt af fólki sem kemur að þessu. Ætli það sé ekki oftast svona 50 til 60 mann sem kemur að sýningunni. Og hvernig hefur þér gengið að leikstýra liðinu? Þú nú héðan frá Laugum og í rauninni komin aftur á heimaslóðir. Já, ég byrjaði í þessu leiklistarbransa hérna, byrjaði 14 ára og lék síðan seinast með leikhópnum fyrir 10 árum síðan og núna komin aftur. Og það alveg svolítið skrítið en mjög skemmtilegt að það þannig gamlar kempur sem ég var að leika með þegar ég var hérna og svona vera komin hinum með við borðið öðruvísi en þau hafa bara tekið rosa vel í það og það bara yndislegt að vinna með þeim öllum. Láta alveg að stjórn? Já, ekki vandamálið, þau svo pró. Og hvernig hafa æfingar gengið? Það styttist nú í frumsýningu hjá okkur. Já, þær hafa bara gengið mjög vel og líka það mikið að nýju fólki með núna. Ég held að tæplega helmingurinn sé bara fólk sem hefur ekki stigið á svið áður eða lítið og það bara búið að vera mjög, gott æfingaferli í gangi. Þannig að þetta allt að koma. Efling 110 ára á árinu og mér skilst að í tilefni afmælisins þá hafi verið ákveðið að hafa þetta svolítið í veglegt leiksýningunni í ár. Já. Það þannig stóra afmæli, og þess vegna verið að ráðast í frumsami verk og með frumsamda tónlist og það ekki verið að spara neitt við þetta. Þetta verður mjög flott sýning, sko. Og frumsýningadagurinn sem sagt hvaða dagur? Það 21. mars og síðan verður haldið áfram að sýna þetta eitthvað fram eftir vori. Og fyrir hverja þessi sýning? Hverjir ættu að mæta hingað í Reykjadalinn og sjá verkið? Það bara allir held ég. Það þannig karakterar á öllum aldri og ég held ekki að það væri mjög gaman fyrir svona fjölskyldur að koma, svona foreldra og úlingana og börnin og svona aðeins svona þá held þetta muni vekja upp svona samræður aðeins verslunarmannahelgi og svona hvenær hvað rétt, hvenær rétt að taka ákvörðun hvert skal fara. Já, þetta svona veltur upp alls konar spurningum það.